frá Wall Street í New York snúast ekki hefðbundnar átakalínur í stjórnmálum, heldur gremju vegna ofurvalds ábyrgðarlausra fjármálastofnana. Mánuður nú liðinn síðan aðgerðirnar hófust. Það ekki ástæðulausu að margir sjá í andofun á Wall Street liðstæði við mótmælin í Arabaheiminum fyrr á árinu. Aðgerðirnar beinast gegn elítu sem sökuður spillingu og skorta ábyrgð og aðferðirnar eru margt svipaðar. Flestir sem mótmæla nú telja almenningur, ungt fólk sér í lagi, sé látin gjalda fyrir mistök gráðura bankamanna. Lág laun, hátt húsnæðisverð og ófullnægjandi opinber þjónusta séu allt saman angar af þeim meiði. Bandaríski rithöfundurinn Michael Lewis sem á sínum tíma skrifaði fræga grein Íslandi í Vanity Fair setur málið fram í hnotskurn í nýrri bók sinni. We have a system now, right now, where people in Wall Street banks can still take lots of risk and make lots of money taking the risk. And if it goes wrong, it's probably our responsibility. It's capitalism for us and socialism for the capitalists, I think is a fair way to describe it. Andófsmenn segjast tala fyrir þorra almennings enda eru einkunnarorð þeirra við 99%. Þetta hefur verið gagnrýnt, meðal annars vegna þess að mótmælið virðist ekki alltaf ýkja fjölmenn. Á móti hefur verið bent á að veldisvöxtur hefur orðið á umfjöllun aðgerðirnar og inntak þeirra og samskiptamiðlum að borðið Facebook og Twitter og þær séu auk þess teknar að breiðast út allan heim. Hreyfingin virðist hann í hægum en örugum vexti. Estoy harta de oír las noticias todas las mañanas, estoy harta de oír de la corrupción todas las mañanas, estoy harta de ir a marchas y que no pase nada. Yo estoy aquí porque estoy... Það sem kannski helst háir mótmælunum að fáar úrlausnir virðast fylgja gagnrýninni, enda ekki að ræða skipulaða hreyfingu með skýra stefnu. En eftir vill það líka annara að leiðrétta óréttlætið sem mótmælendur hafa nú dregið fram í dagsljósið.